Hér eigum að teikna strendingsstúf. Það strendingur, svona hliðstæður og var í verkefni 2. Þetta er verkefni 6. En hér er búið að taka sneið í gáfunum og við eigum að leggja hann hér niður. Þannig að þessi hérna sneið línan, hún liggi hérna ofan á þessari hérna horna línu. Og síðan eigum að teikna hér raunstærðirnar hérna niður og síðan kemur útflækningur hér. Þá kemur þetta svona svipuðum hætti og hérna. Setjum þetta niður á línuna og teiknum svo síðan eins og í grunnteikningu 1. Færum alla línur hér niður. Og síðan eigum að fletja hann út. Og þá náum við í öll máli hér á þessu. En áður en við byrjum, að þá merkjum við alla þær hliðar sem eru í raunstærðum. Þá er hér þessi lína sem við horfum á beint. Hún er í raunstærð. Þessi hérna hornlína, hún er líka í raunstærð. Þessar hérna línur, af því að þær koma hérna á skáinn, þá eru þær í raunstærðum. En svo eru þessar alla línur hér. Þær eru í raunstærðum og við merkjum þær svona með. Nú eigum við að taka þetta og leggja þetta hérna ofan á, þannig að þessi hérna lína liggi hérna ofan á láréttu línunni. Og þá færum við þessar hérna með bógaskurði niður. Byrjum á þessari hérna. Og svo hornið hér. Þurfum ekkert að fara neitt mjög neðarlega hérna því þetta er bara hornið uppi. Þeir eru búin að leggja þetta niður. Svo þurfum við að fá þá þegar við komum með þessa hérna línu niðri, þá þurfum við þessa línu. Þannig að hún kemur til að skerast á bógalínunni. Þannig að við þurfum ekkert að fara með hann alveg niður. Síðan þessi, hún sýnir heildarlengdina á sneiðingnum og þá færum við hana hér niður. Við skulum síðan færa þessa línu hérna niður sem að við þetta hérna verður þetta hérna horn, þetta færist hingað. Þannig að við tökum það hérna niður. Þessi hérna verður sama og þetta hérna. Þannig að við verðum að taka það niður hérna líka. Og þessi sneiðingur, hann verður hérna í lengri heldur en þetta hérna. Þannig að þessa línur allar, þær færast hérna. Færum þær allar hérna til hliðar. Skulum við teikna þetta hérna ofanverðu. Þá byrjum við á því að ná í. Nú liggur þessi lína hérna niðri og hún er hér, hérna. Nú þurfum við að finna þessa hérna lengd upp á hérna. Og það gerum við með því að við fáum bara þessi hérna lengd. Setjum hann inn í sirkilinn. Það er héðan frá þessum hornpunkti upp í þennan. Strykum við hér. Til að þetta sjáu svona örlítið betur, þá ætlum ég að nota penna hérna. Setjum hér. Og fyrir þetta hérna ofan í hornið. Og síðan frá þessu hérna punkti. Alltaf þessi skerast. Þá erum við komið með þessi hérna lína, hún er hér. Þessi hérna lína, hún er hér. Og þá vantar okkur þessa hérna. Og við erum búin að færa hennar hérna niður og það sem hún skerst hérna. Og hérna. Þar setjum við hann á milli. Þá skulum við láta verið afgerandi. Stríka hérna. Þá erum við búin að leggja þetta hérna svona niður. Og þá getum við fara að teikna ofan myndina. Og þá er þessi hérna lína, þegar hún er komin hingað, þá er hún komin hingað í sömu línu á þetta. Og fer hérna á milli þessar hérna punkta. Tökum við hérna hornið.
og striku hér á milli. Síðan þessi hérna horn sem eru hérna upp. Við erum búin að færa þau. Þau koma hérna, þetta er hornið þessi hérna. Þetta er þetta horn. Þetta er þetta hérna horn. Og þá kemur það hér á milli. Og fram í spísinn. Það er sama hérna með. Hérna þessar línur skerast fram í spísinn. Hér er spísinn. Við færum hann hér niður. Hér er hann og við færum hér niður. Þegar hann lendir hérna í, þá er það þessi hérna spís. Við tökum þetta hérna, þegar við horfum hérna á þetta, svona á ská. Nú þurfum við að færa þessa hérna línu, þessi hérna horn, til þess að vita hvar við erum að fara með þetta hérna. Hérna úti, þá þurfum við að færa þetta hérna horn niður. Þá tökum við hér, frá þessum punkti, hérna. Það er í reyndinni. Svona þegar við horfum, nú erum við í reyndinni að horfa á þessa hérna mynd svona á hlið. Þá er þessi hérna lína samsvarandi þessari hérna. Það kemur hérna og hingað. Svo ferum við hér og hérna. Við förum hér. Eða hérna, reyndar. Þetta er að fara á réttan stað. Þá sjáum við hérna, svona hérna, enda þeir eru búin að færa svona niður, svona skáfalt ofan á. Þá er það línuðar hálfbrenglaðar og þá er það þessi hérna lína. Hún er hérna toppurinn. Strikum hana. Þessi hérna hlíðarlína sem er komið hérna, hún er í ystu brún. Þá kemur hún hér með. Hérna. Þá eru konar allar þeir línu sem við sjáum. En nú er hér undir línan héðan frá og hingað. Við sjáum hann ekki af því þessi hérna brún, hún kemur út fyrir. Þá sjáum hann ekki og hún fer hérna og verður þá strikalína. Hún er hulin. Og hérna frá og hingað. Það er sama, hún er hulin hérna megin. Og þá í reynd er þessi hérna flötur, hér að neðanverðu með höldulínunum, það er sneiðingunni sjálfur. Og þannig kemur til með að líta út hér í útflatningnum annar neðri hluturinn og svo kemur þessi hérna að ofan.